Já, komið sæl og ný og við höldum áfram hér þættinum 21 á Hringbraut og ætlum að fara í þetta. Útfararstofa kirkjugarðana heldur ansi athyglisverðan fund á morgun þar sem að nokkur erindi verða flutt. Yfirskrift þessa fundar að leiðarlokum hvað vil ég? Og þarna verður rætt meðal annars hvaða kröfur fólk gerir nú til dags til útfara sinna nánustu og sinnar eigin, jafnvel. Og það náttúrulega breytt samfélagsgerð og það kallar á nýja nálganir og svona, kannski nýja siði. En það mun hún fjalla, hún Sigrún Óskarsdóttir, guðfræðingur hjá útfararstofu kirkjugarðana. Og svona varpar ljósi á ólíkar þarfir aðstandenda við hinstu kveðju stund. Hefðin rík en ekki meitluð í stein, segir Sigrún Sestjárs, velkomin. Takk fyrir. Ef við byrjum bara á því, hefðin rík, hvaða hefðir eru að breytast varðandi útfarir? Það svolítið gaman að hugsa þetta, það náttúrulega, þjóðkirkjan hefur auðvitað verið með langflestar athafnir og við auðvitað vitum við lífum í breyttum heimi þar, það orðið fjölmenningarsamfélag, en samt sem áður, ég held að nýjustu tölur aðildar að þjóðkirkjunni komið niður fyrir 70%, 65 kannski, en það samt 90% sem að velja að kveðja ástvini sína í kirkjulegu samhengi, en það auðvitað breytast hægt og hægt og auðvitað heldur sú þróun áfram, þannig að það nú eitt að það ekki bara kirkjulegur athafnir, en kirkjan hefur líka verið með handbók sem ekki svona meitluðu steini, svo við þekkjum sumstaðar í kringum okkur þar sem að bara prestar verða að fylgja alveg nákvæmlega. Hérna hefur alltaf verið svona pínu leyfi til að fara aðeins út fyrir bæði hvað var það tónlist og eins með orðin og allt þetta. Það ekki alveg 100% sama upplifun alltaf. Nei. Þannig að svo bara, svona hægfara breytingar í takt við bara allt annað. Já, þannig að útfarir endurspegla samfélagið, hvernig það gerjast og breytist. Já. En við höfum þá verið tiltölulega frjálslega á Íslandi. Að mörgu leyti erum við það nefnilega. Það svolítið gaman að því, við erum svo köflótt að það einhvern veginn, þetta bara einn partur af því. Til dæmis bara með að hafa dægurlög í útförum hefur bara verið nokkuð lengi og bara nokkuð rík samstæð það sem að til dæmis normenn sem að ég held nú alltaf svo mikið upp á í bjóðin sinni í Noregi en þeir geta verið svo fastur og hræddir við breytingar og kannski erum við það líka og það kannski bara allt í lagi að við tökum ekki öllum breytingum sem sjálfsögðum en hún leiðir svo ótrúlega frelsandi að sjá þegar við þorum að fara út fyrir ramman hvað það gefur okkur mikið svigrúm og möguleika. Kannski svolítið íhaldsamari kristnir í Noregi? Kannski já. Það ekki, viltu kannski bara slegið í fyrstu. En hvað hvað ræður fólk miklu í dag og hvað vill það ráða miklu? Það mjög misjafnt og það svolítið, það eiginlega flestir hafa mjög mikla skoðun á því hvernig vilja og vera samferða í hverju einasta skrefi og leggja svo mikla alúð og natni við að undirbúa kveðjustundina og það er svo þakklátt og gott og starfa að vera samferða fólki þessa leið. En svo koma sumir líka bara inn og segja og það var svona eftirminnilegt það kom maður til mín og fjölskyldan var með og hann sagði hérna erum við og við ætlum að panta þér eitt ekki útför og bara leggja þetta sem mest í þínar hendur. Já, það líka þannig. Algjörlega og það bara líka svo ágætt, við erum svo alls konar. En svo svo bara einmitt og möguleikarnir svo miklu meiri heldur en við kannski ímyndum okkur sem betur fyrir fólk nú ekki að standa í þessu á hverjum degi. En það líka svo gott að hvað fólk þorir og leyfir sér og við líka reynum að hafa umhverfið þannig að fólk að sé opið fyrir spurningarnar, má þetta, þetta í lagi, þetta við hæfi og fólk bara með miklar og fjölbreyttar skoðanir og það bara allur skalinn. Það náttúrulega bæði auðvitað hver sér athöfnina og sá rammi allur og svo bara kistur og klæðnaður, snyrting, blóm, allt mögulegt. Þetta svo ótalmargt og þetta ofsalega stórt verkefni og náttúrulega á erfiðri stundu, oftast nær. Virkilega. Svo að náttúrulega þessi þjónusta gríðarlega mikilvæg að veita fólki, en hvað, þú ert að segja að fólk kýs kirkjuna sem stað,
en að segja sig úr kirkjunni í meira mæli. Já. Hvernig gengur þetta saman, sko? Ég meina, vilt á fólk svona kristna athöfn inn í kirkjunni? Stundum það þannig, en svo bara held ég að sé líka bara oft, sko, með þessi stóra spurning sem kannski enn annað umfjöllunarefni, sko, úr hvaða kirkjur fólk að segja sig. Af því að það einhvern veginn þessar vörður sem að fólk þekkir svo vel og skiptir svo marga máli þegar upp staði. Það bara við upphaf og lok lífsins og þessar stóru stundir á milli, að þá hefur kirkjan bara alveg sérstakan sess í hugum og hjörtum kannski ekki síður fólks. Nei. Það bara þessi rammi sem að svo dýrmættur og þarna var sko amma og langamma og svo þetta svona kynslóðirnar og það það sem svo dýrmætt og gott og talandi hefðirnar að þá þær náttúrulega svo fallegar. Já. Þangað til að þær fara algjörlega heft okkur og við látum það stoppa okkur í einhverju framþróun. Hvaða hefði til dæmis kannski höfum við ítt til hliðar sem að hefur kannski ekki fallið að okkar samfélagi lengur? Já, ég held að sé nú kannski bara í útfararsamhenginu held ég að sé langmest bara í sambandi við tónlistina. Já. Að það orðið bara svo persónulegt. En það líka sko, svo bara, svo margt sem svo fallegt eins og til dæmis að það núna bara nýverið að það kona sem var svo mikil kattakona að hún vildi hafa kísutáknið í mokkanum og ég get alveg sagt þetta vegna þess að þetta var opinber tilkynning. Og það var kísa sem var táknið og það var kísa sem var á gaflinum á kistunni og bara þetta eitt dæmi að fara svona út fyrir ramman sem svo gott þegar við þorum því. Já, en það verður sko, við getum leyft okkur að hafa þetta miklu persónulegra heldur en það kannski hefur verið. Já. En hvar annars fólk að sko halda þessar athafnir? Ef það kýs ekki kirkjuna, hvar það þá gert? Það hafa verið gerðar nokkrar tilraunir og það hefur einhvern veginn í heimahúsum? Nei, kistulagning hefur verið og það náttúrulega bara svolítið þetta gamla góða með svona húskveðju. Það hefur verið í heimahúsum en mjög sjaldan af því að bara það hentar ekki í fæstum tilfellum í dag sko. En það hefur verið reyndir ýmsir salir sko og það hefur einhvern veginn ekki ennþá fundist neitt sem að virkar svona alveg. En húskveðjan ennþá sant? Já, náttúrulega mjög lítið í borginni sko, en mikið í sveitinni. Mikið í sveitinni? Já. En það má? Það má algjörlega og það nefnilega svo margt sem má. Já. Þá bara eins og kistulagningin heima hjá? Já. Og mjög margir hafa þörf fyrir sko meira heldur en bara þessa kistulagningu sem samkvæmt bókin og hefðinni, bara þarf að koma kannski þarf að koma bara ein að kveðja, sérstaklega náttúrulega þegar þetta ungt fólk að fara, að geta bara setið og talað og lagt eitthvað í kistuna og einhvern mun eða bréf eða mynd. Já. Og það öðruvísi form. Það allt öðruvísi. Og þá hinn látni inn í herbyggi. Já, og þá bara passað upp á þessi algjört næði, fólks fái sína næðistund og kemur og fer bara svona. Já, akkurat. Þannig þetta, það þetta náttúrulega bara orðið miklu breiðara, það segja bara í fjölbreytninni. Algjörlega. Og bara svo lærdómsríkt líka, sko, að það náttúrulega að koma önnur trúarbrögð, sko, hægt og rólega og auðvitað borgaralegar athafnir. Já. Og allt þetta svo fallegt, sko, þegar það unnið með hjartanu og það svo gaman að fylgjast með því hvernig við mætumst öll í mennskunni þarna sko, að þetta skiptir okkur með. En sko borgaralegum útförum að fjölga? Já, hægt og rólega. En það gerist miklu hægar heldur en þessar tölur sko sem að... Eða líka og aðrar athafnir? Já, í raun og veru sko. Já, þetta náttúrulega viðkvæmasta augnablikið. Já, og þá það oftast kannski þessi tenging sko, þegar var verið að kveðja einhvern annan í fjölskyldunni. En segðu mér, nú hefur bálförum fjölgað mjög mikið. Já. Skýringin svo, hún praktísk? Hún það og það annað sko, það voru alltaf svona fjölskyldu grafreitir. Nú náttúrulega bara plássleysið hérna á okkar stóra viðfeðma landi að kirkjugarðarnir þeir fyllast hraðar heldur en að við kannski höfum reiknað með sko. Já. Og þá aftur komin þessi fallegi möguleiki á fjölskyldu grafreit. Þar sem að kannski amma og afi hvíla hlið við hlið, þar allt í einu bara orðið pláss fyrir 8 duftker í hvorri gröf sem eru 16 duftker. Já. Þannig að það náttúrulega bara mjög praktískt þannig og svo það bara
einstaklega, það svo gott þegar fólk búið að tala þetta. Og þess vegna einmitt sko að því að þú sagðir svona jafnvel eigin athöfn sko að þú getur lagt fram plagg með þínum óskum hvernig þú vilt hvíla, en svo eru þetta aðstandendur sem ráða. En það svo gott að, en það svo gott að vita og sérstaklega segi ég þetta með bálförina. Viltu fara í moldina, í kistu eða viltu fara í ösku og svo í moldina. En það náttúrulega bara af nærgætni og tillitssemi við þá sem eftir lifa að maður bara skrifi þessar leiðbeiningar niður og ákveði þetta fyrirfram. Það nefnilega ótrúlega, maður búin að taka held í mikið, ég hugsa bara ég auðvitað að vinna í þessu alla daga. Ég hugsa bara, ég vil ekki að börnin mín þurft að taka þessa ákvörðun núna því að ég veit að lífið svo hverfult og auðvitað vitum við öll en það kannski bara næri okkur sem að vinnum í þessu alla daga. En fólk meðvitaður þetta, meira með fólk hefur ákveðið fyrirfram hvort það vill bálförðu ekki og skilja eftir leiðbeiningar? Það stöðu og svona jöfn aukning af því að fólk kemur og skilur þetta eftir og þá þetta bara sett inn í, þetta náttúrulega í læstum skáp, þetta eru þetta mjög viðkvæmar upplýsingar en það kemur upp sko þegar við andlát að hinsti vilji til. Já, sko, þá kæmi ég með blaðið til ykkar. Já. Og þið myndu geyma það. Já. Já, þetta þannig, þetta bara svo í bankahólfi. Þetta svolítið svoleiðis, sko. Já, þið með mörg svoleiðis plögg? Já, það bara bunki sem stækkar og stækkar, sko. Já. Og mjög. Já. Og ótrúlega gefandi eiga þau samtöl líka, sko, að fara yfir, þetta ætla ég nú að láta börnin mín ákveða eða ég get ekki hugsað mér þetta og bara ég segi alltaf númer 1 þetta með bálför eða kistugröf og númer 2 hvar viltu hvíla. Það svo gott að fólk viti að við náttúrulega erum meira á ferðinni, við erum ekki bara í sömu sveitinu og við fættumst í alltaf. Nei, heldur ekki. En kemur fólki ofta óvart að það sé búið að teikna þetta upp? Látni hafi skilið þetta eftir? Það yfirleitt búið að ræða þetta innan fjölskyldunar. Já. Þannig fólk að gera þetta vel. Já, mjög. Fólk virkilega að vanda sig, það alveg. Já. En það margt að ræða þegar kemur að útförum að sjálfsögðu og það maður náttúrulega tala um kostnaðinn svo sem líka að það enn eitt. Ekki fjölbreyttari möguleikar í dag til þess að þurfi ekki að standa í alveg gríðarlegum fjárútlátum? Jú, og það einmitt sko, það nú stundum sagt svona í hálfgerðingi, ég hef bara ekki efnaði að deyja, þetta svo dýrt. Já. Og auðvitað það alveg fráleitt ef fólk að sprengja sig á því sko í mikilli sorg. En sko stærstu breytinnar þar eru kannski tónlistin og svo ekki síður erfidrykkjan. Sem náttúrulega bara eins og allar aðra veislu sem við höldum, það svo, og þetta einhvern veginn, það þarf ekki að vera þetta stóra og mikla og þunga kökuhlaðborð, fólk að hittast og votta samúð og bara svona einhvern veginn aðeins að fá sér á kaffibolla og kleinuð eitthvað svoleið sem oft svo alveg nóg, en svo sumir bara vilja líka halda bara dýrar og flotta veislur og sumir vilja hafa kampavín. Já, og það það bara allt í lagi, það bara einhvern veginn að fólk gerir það eins og það vill, en fari ekki með að halda að þetta verða að vera svona stórt og stórkostlegt. Nei. Ef efni og aðstæður eru bara ekki þannig. En eru sko duftkerrunum að fjölga út af þessu, út af kostnaði? Það held ég ekki, því að kostnaðurinn í raun og veru svo sami, sko. Það kannski frekar þetta kyrþey sem sem í því. Já. En þú þarft hvort að kaupa kistu? Já, þú þarft alltaf að kaupa kistu og sem fylgir þér þá alla leið í bálförina. Já. Og svo auðvitað duftker, sko, þannig að það í raun og veru ekki. Kaupa kerið og kistan það bálkosturinn? Já, það bara svona praktist, sko. Já, þetta eitthvað sem sem betur fyrir fólk ekki mjög æft í og allavega mjög fáir. Þannig að það gott að hafa þessa þjónustu til að spyrja ykkur en Sigrún Óskarsdóttir guðfræðingur hjá Útfararstofu Kirkjugarðanna. Takk fyrir að koma hingað í 21. Takk fyrir mig. Og ég minni á að það verður ansi fróðlegu fundur sem að verður haldinn á morgun, ég held að það sé frá 5 til 7 ekki? Jú, í Grafarvogskirkju. Grafarvogskirkju. Og þar verður rætt útfarir vítt og breitt og frá ýmsum sjónarhornum. En úr þessu og í markað sem var haldinn einhvern tímann miðanótt held ég í Gamla bíói, Snædís fór þangað.